Já, ég var að byrja aftur. Það eru nokkrir af ykkur sem þekkja til SP og vita að ég er búinn að vera inn þar í 28 ár. Frá og með 1. janúar þá komum við til að breyta nafn. Það á að heita RISE. Það er að vera sameina fullt af svona þróunarstofnunum í eina. Það verður 4 undir sama hatti og þá heitir það RISE, Research Institute of Sweden. Þannig að við sem erum að vinna í SP 28 ár finnst þetta voðalega leiðilegt. En þetta eru pólitíkusar sem ákveður þetta. Þannig að ef þið heyrir RISE þá er það næstu það sama á SP. Þetta er á ensku, ég hélt þetta fyrir Vegagerðina sem var sá sem borgaði fyrir þessar tilraunir. Voru gerðar í júni í Noregi, í göngum sem við förum oft í, sem heitir Runahamar. Það eru hérna gömul göng sem ekki í notkun lengur og þeir nota sem prófunastöð. Og við höfum verið að mörgum sinnum gert tilraunir, bæði með sprinklerkerfi og svona kveikt í flutningabílum og öðrum. Ég hélt þetta er sami fyrirlestur, ég kem til að hlaupa svolítið hraðar í gegnum þetta. Ég held að það væri gott að hafa smá tíma hérna fyrir spurningar og svona eftir. Aðalega að sýna ykkur bara vídeói. Ég skipti tölvu, þannig ég vona að það virki og við sjáum bara hvað þetta er. Þetta eru tilraunir sem voru gerðar þá 13. til 20. júni, þannig þetta er bara nýlega skeið, rétt fyrir sumarlögin. Þetta er Vegagerðin í Svíþjóð sem borgar þetta. Þetta er áframhald á tilraunir sem gerði 2013. Það voru, þeir eru að fara að byggja göng í Stokkólmi sem eru 20 kilometrar. Tvöföld göng, 3 akreinar í borði fullt af svona rampum og öðru, tengigöngum. Og þeir eru með, held ég, 140.000 bifreiðar á sólarhring í gegnum þessu göng. Þetta er rosaleg göng og þetta fer fram hjá Stokkólmi. Öll umferðin norður til Svíþjóðar fer í gegnum þetta, þannig að þetta verður að vera rosalega öruggt. Og þá er einmitt slökkvikerfi eiginlega gefinn hlutur hjá þeim. Við gerum tilraun 2013 og það var þannig að Tyco sem er amerískt fyrirtæki, þeir útbyggu svona sérstakann úðara fyrir þetta. Þetta er ekki úðari sem vatnið kemur bara úr þakinu, heldur það kemur frá hliðinni Svona hendur eins og þeir sidewall sprinkler eins og þeir sjá í hótelherbyggjum og öðru. Þetta er fyrir jarðgöng, þannig að menn setti þetta þá í miðjuna og svo kastar það í báðar áttir. Þá þarf bara 1 rör í staðinn fyrir að fullt af rörum í þakinu. Þetta sparar rosalega pening. En málið var það að þessi úðarar eru svolítið sérstakir og þetta byggir á þessu með hvernig maður ver vöru lagera. Það er stóri dropar og mikið svona hár hraði í gegnum þrengir inn í eldin. Þetta er áframhald á þeim tilraunum sem við gerum fyrst þá, en núna vildum við gera, og þá var bara 1 úðari notaður, nú erum við prófum fullt af 9 úðurum. Þetta eru 6 tilraunir, 3 svona úðarategundir og þá voru 3 mismunandi svona flæði, vatnsflæði Og þetta eru yfirleitt svona flóðakerfi, það er svona dilutes. En eitt af þessum 6 var svona sjálfvirkt með glerstút.
þannig að það fór í gang á hita. Og það alveg nýtt í gánagerð, það alltaf svona flóðakerfi, svæðiskerfi, það hérna sem 50 metrar bara að fara í gang og það verður algjört vatnsflæði, sko, það eru 15 lítrar á mínútu kannski. Og hvað á maður að gera við það? Jú, maður þarf að fara í gegnum alvöru svona frárenslikerfi, sko, þetta kostar allt, sko. Þannig að þessar tilraunir 2013, þá var mjög hátt vatnsflæði, sko, en nú vildu við lækka það og prófa þá nýjar tegundir af svona úðurum. Og þetta eru úðararnir. Þetta frá fyrirtækinu, ameríska fyrirtækinu Tyco, sérstaklega hannað fyrir þetta. Þeir voru rosalega heppnir að sænska ríkið og þeir vildu borga fyrir þessar tilraunir án þeirra hjálpar. Þeir vildu ekki hafa neitt svona fjárhagslegt dæmi í þessu, sko. Þeir var eitthvað að styrkja þetta, þeir eru alveg frjálsir. En þeir voru einu sem voru tilbúin til að búa þetta til, samkvæmt þeirra óskum. Og þá var þessi búin til, TN Tunnel Nozzle 25, gildið 25 á ameríska. En svo var ég búin að búa til nýjan sem var aðeins lægri, nána sama, sko, hönnun, en aðeins minna diameter á þessu, og það þá meira svona minna vatnsflæði sem fer í gegnum þennan, sko. En svo voru til svona á markanum eitthvað sem heitir SV Sidewall 24. Þær búin að sitja í göng í Stokkólmi, en þeir hefðu aldrei prófað þennan, sko, almennilega. Það var kjörið tækifæri að gera það núna. Og núna viltum við líka prófa með svona gler stút. Og þetta var RTI 50 og 93 gráður. Það var eina sem var til í þessu. Við hefðum viljað fara upp í 141 til að hafa svolítið svona öryggi í því, en við prófum með 93. Og þið sjáum hérna. Þetta sem sagt mismunandi úðarar og mismunandi flæði og það var núna 2016. Þetta bara svona töflugildi. Það til skýrsla yfir það sem hægt að bara ná í á okkar heimasíðu, einmitt þessar tilraunir. En hérna þetta sem mig langar að einbeita mér að, það þessi númer 6, SV24, og það svona sjálfvirkt, algjörlega sjálfvirkt. Af því það menn alltaf að sitja svona í göng, í norsk, íslensk göng, þá held ég að þetta sé það gáfulegasta. Losna við allt svona, Jón Viðar? Það staðlar, norska staðlar, og göng í Svíþjóð, þeir að fylgja norsku stöðlum eða Þetta hefur, normenn eru algjörlega á móti allt sem heitir sprinkler, vatnsúðarkerfi. En það sem að Svíarnir að gera núna Nei, það eigið, það allt eigið. Það ekkert samkvæmt staðlega, þetta eigið þeirra. Ok, þeir fylgja ekki neinu meginstöð. Þetta eru við og þeir. Þannig að við erum að hanna eitthvað sem enginn hefur gert á það. Af því við erum að reyna að gera þetta á ódýrastan en öruggastan hátt. Því þetta allt og dýrt eins og þetta gert samkvæmt fyrirtækjunum í dag. Við reynum að gera þetta einfalt en samt áhrifaríkt. Það númer 1. Og ég alltaf búin að vera að ýta eftir. Það enginn sem trúir mér að þetta með sjálfvirkt kerfi virki í göngum, að það sem mikil hár lofthræði. Af hverju það? Jú, þetta eru hítaskynjarar í rauninu. Ef þú blæst á þetta, þá fer ekkert sá sprinkler eða úðari sem beint fyrir ofan, hann fer ekki í gang, heldur það eitthvað miklu lengra í burtu sem fer í gang. Og þar að auki hætta á því að margir fari í gang, mjög margir langt í burtu, sko, að þú missir alveg stjórn á hvað fara margir í gang. Við erum alveg sannfærir það. Yfirleitt þá þetta bara ein bifreið eða 2 bifreiðar sem að brenna. Og það bara lækka flæðið. Það er með blásar og keyrir á 4 eða 6 eða 8 metrum. Það allt í lagi, sko. Bara ef það eldur, þá bara minnkar það. Þá kemur það alveg leið bara puff, puff. Og við gerðum tilraunir núna með 2 metrar á sekúndu flæði. Við urðum að gera út af því að við vildum ekki fá reykinn
alveg of langt upp á við höfðum enga vernd, enga sprautusteinn. Það gerði það verkum að við prófum allan 2 metrar og það ekkert óalgengt, 2 metrar á sekúndu og það virkaði alveg príma. Þetta hvernig það líta út sko, þið sjáu, þetta raunin fyrir ekki vatni Ég ímynda okkar að þetta helmingurinn af göngunum. Hinn helmingurinn hérna megin sko, en þessi göng eru bara 9 metrar, eins og göngin í Stokkólmi, þau eru 14, 15, 16 metrar breið sko. Þannig maður verður að prófa þetta svona sko. Og það reyndi sig mjög vel. Við höfum prófað þetta líka inn á módelstærð og séð alveg áhrifin að þetta allt í lagi að gera þetta á þennan hátt. Og hérna maður sér alveg munin. Númer 1, það náttúrulega stærðin, þvermálið. 2, það þrýstingurinn og svo náttúrulega hvernig þetta dreifist, hvað þetta næði langt sko. Svo getur maður séð, þetta S24, við sjáum að það eru miklu minni dropar í þessum sprinklerum eða miðað við þessa sko. Þetta eru stóri dropar. Þetta eru svona vörustæður sprinklerar. Þetta meira hótelherbergis sprinkler. En flæðið, þrýstingurinn svona 3 bör. Hérna liggur þetta undir 1 bari sko. Fórum alveg niður í 0,6 bör þrýstingurinn við úðara. En samt næri þetta svona góðri þekju yfir breytina. Þetta bara svona upplýsingar sem hvernig við förum í gang með kerfi. Við erum með svona viðvörunarkerfi sem byggir á því að þegar hitinn er á 141 gráður í þakinu, þá setjum við í gang svona að það sé komið viðvörun og svo eru 4 mínútur sem eru látnar líða þangað til maður byrjar. Og þetta þannig sem mann gera með svona flóðakerfi, deluge-kerfi. Þú fær viðvörun og síðan einhver í einhverju stjórnstöð sem situr á stað. Ef þú ert með svona sjálfvirkt, þá þarf ekkert svoleiðis. Þú ert bæði með viðvörunarkerfi og tekur ákvörðun hvernig þetta á að fara í gang. Vandamálið þegar réttur úðari í gang. Hvað getur við gert við því? Hérna svona allar tilraunar, svipaðan tíma. Við sjáum að þetta fór í gang hérna. Þegar komið fullur kraftur eftir 8 mínútur. Þetta hérna 9 mínútur sko. Þannig að við sjáum svona það bil hvað eldurinn stór, hann svona 10-15 megawatt. Það bílstjórahúsi sem að brenna. Áður hann fer í farminn, en farmurinn hérna eru svona pallettur, trépallettur, 440. Og ef þær eru látnar brenna, bara á sjálfum sér, þá verða þær upp í 80 megawatt. Hérna fóru þær yfirleitt aldrei yfir, með þessu stærri sprinklur, þá fóru þær hæst upp í 15 megawatt og með hinum þarna sem voru S24, þá fóru upp í 30 megawatt sem hæst. Og það voru mörkin fyrir sænsku vegagerðina. Þeir vildi ekkert að fara yfir 30 megawatt, þeir voru að hanna allt samkvæmt því sko. Og það var búið að ráða svona erlenda sérfræðingar sem komu og voru, þú veist, að segja hvernig getið þið sagt að þessi 30 megawatt. Við erum bara búin að reikna út að þau trúi okkur ekki og þá vorum við bara að gera tilraun. Og það var 30 megawatt. Þetta eru 20 mínútur að byrja, við sjáum að það að hringja niður aðeins sko, það sem næst eldinum. Þetta er tíminn náttúrulega og hitaaflið. Það fer upp undir 30 megawatt hérna fyrir þessa 2 sem eru með minni dropa. Hinn með stóra dropa, við lenda aldrei yfir 15 og yfirleitt slökkva eldan. En munið það, þetta eru flóðakerfi. Þetta er flóðakerfi, þetta er venjulegt sjálfvirkt með nákvæmlega sömu skilyrði, sami úðari. Og að því við tókum hennan
SV24 með glerhól, það var bara því það var eina sem var til. Hinn eru ekki til með glerhól, annars hefðu við prófað hann náttúrulega. Þessar TM25 og 17. Þetta til að bera saman við frá 2013 og sömu sprinklera. Þannig að þetta eru mjög svipaðar niðurstöður 3 árum seinna. Með lægra flæði. Meðan á nákvæmt. Þetta bara þessi flóðakerfi. Hérna sér maður munin á smáum droppum og stórum droppum. Litli droppar, stóri droppar. Hérna fór hann niður, en þessi sem eru fara upp aftur hérna, það er þessi TM17, það er aðeins minna flæði í þeim. Þannig að þeir ná að nokka niður eldinum, en svo náður þeir að strika aftur, en aldrei hærra heldur en þessi 15 megawatt. Nú kemur þetta með spennandi hvort það virkar. Ég er hérna lengst til vinstri. Bossinn, SP, Vegagerðin. Þetta er rosalega gaman. Ég get ímyndað ykkur að vera bara upp í svona frábæru bæ eins og Ándalsnes sem þetta var, þetta er á Vesturströndinni. Þetta eru öll á sama tíma, sko, sem klippur við aðeins. Og ég horfa á klukkuna hérna, þetta er frá því að maður kveikti í, sko. Og þetta er úðakerfi. Þið sjáu að einn af þeim er farin að byrja strax núna, sko. Nú kemur númer 2 og það er mjög háð þrýstingur á honum að þeir eru bara 2 þetta núna, sko. Ekkert að hinum er farið í gang, sko. Og það er þrátt fyrir það 2 metrar á sekúndu. Og svo nálægt eldinum eins og þessi, það er akkurat þetta sem við höfum alltaf haldið. Þetta er ekkert svo hættulegt. Það er ekkert langt í burtu, þetta er mjög nálægt. En hitt er náttúrulega örugt, það er ekki það. Og við erum að tala um kerfi sem getur sett inn svona þokkalega litlu viðhaldi og lágum kostnað. Þið voru með 2 metrar á sekundu trekk þarna þá eða? Hérna vorum við 3 og 2 hérna. Þið sjáum að það er smá, það er engin reykur hérna. Hérna kemur smá reykur og við vissum það, sko. En þeir fóru aldrei í gang sem voru hérna. Þrátt fyrir það. Og þeir hefðu ekki gert neitt gagn hérna, þeir gera bara gagn þarna. Og það voru akkurat hárréttum úðararnir sem fóru í gang. En sem sagt, svo hrynur þetta niður. Þetta kerfi virðist virka mjög vel og virkar miklu betur heldur en þessi vatnsháþrýsting kerfi sem er verið að nota víða í Evrópu. Þetta er miklu ódýrara og miklu Náðu þið að slökkva eldinn eða er þetta bara eitthvað sem þið náðu bara að hægja á hann? Við slökkum með eldinn nánast. Hann er eiginlega nánast slökktur. Það er ekki mikið minni reykmyndur eftir úðakerfið fyrir gang? Það minnkar reykurinn. Við erum með hérna, ég er með gildi á þeim, hvernig reykurinn skygnir í reyknum. Þannig að eftir á, það kemur eftir. Oft myndast kannski aðeins meiri reykur. Út af gufu og öðru og svona. Að prófa þennan. Þetta er bara þessi sjálfvirka kerfi, sko. Takið eftir hérna, þá byrjar fyrsti og svo kemur nummer 2 og svo eru 2 fyrir neðan sem fara í gang líka. Þannig að það eru 4 samanlagt í staðinn fyrir 6 eins og í hérna. Þarna sjáum við alveg hvernig það leit út.
hérna. Þannig að eldurinn, hérna þegar það er frekar lágur þrýstingur, tók svona hálfa mínútu að fá fullan þrýsting, sko. Þetta lítur ekkert voru mikið út núna. Málið er það er þrýstingur á og svo opnast hann, þá fellur þrýstingurinn og þá þurfa dælurnar að fara í gang og það tekur hálfa mínútu að fá fullt. Nú er að fara að aukast aftur. En ég myndi segja að þetta var ekki svo besti úðarinn, sko, í þetta. Við viljum fá svona 10, 17 eða 25 með glerhólkum, sko. Það er eiginlega besta. Þannig að það hefur verið að skipuleggja tilraun 2018, það er búið að fá peninga í það, og prófa nánast bara svona sjálfvirkt kerfi. Þannig að ég held að Vegagerðin í Svíþjóð er mjög ánægð með þetta og ef Norðmennirnir einhvern tímann vilja gera þetta, þá er þetta held ég rétta aðferðin að nota svona sjálfvirk úðunarkerfi. Hver er að opna veggi í síðan? Í Stokkólmi, byrjun 2021, kostar 32 milljarða sænska, það er 10 sinnum, 13 sinnum. Þannig að svona kostar ekki neitt með það. Þessar tilraunir, að gera svona tilraunir kostu rúmlega, rétt 4 milljónir sænskar, 40-50 milljónir íslenskar. Veit eitthvað mikið kostnaðinn á að springa í jarðgöngum? Það eru til svona tölur eins og 500.000 á kílómetr sænskar. Það ég held að þetta fá þetta ennþá meira niður með þessum, sko. Við höfum ekki reiknað á þessu. En eins og háþrýstikerfin og allt þetta, þessi venjulegu sem eru hannig samkvæmt NFPA 13, þau eru bara, held ég, langt yfir 1 milljón, sko. Þetta er alveg helmings afsláttur með hvað þeir eru að gera. Það er svo mikið íhaldssemi í þessum bransa, það er alveg ótrúlega. Þið sjáu, þetta heldur alveg við, sko. En með þessu kerfi gerir það bara ráð fyrir að eitthvað x-markið úða þess að það er í gangi í einu? Þetta er bara eins og hannar venjulegt vöruhús eða eitthvað annað, það er svona þú reiknar með vissu flæði, sko, að þú getur haldið innan þess svæð. Það er mjög mikilvægt í svona jarðgöngum til að maður stjórnir sig saman með loftflæðin, sko. Maður á alltaf að lækka loftflæði til að fá akkurat úðarana sem eru næst að fara í gang líka. Það er ekkert sko neitt paník að breyta. Það tekur kannski 2-3 mínútur að snúa þig við í svona göngumjöli, loftflæðinu, eða láta það stoppa, sko. En þetta. En svo þegar þetta var búið, sko, þá fór slökkviliðið í Ándalsnes og voru svona bara að slökkva eftir og svo. Það brann þetta lengi í svona bil? Þá fórum alveg upp í 2 tíma stund. Við hlutum það bara til að halda það niður. En já. Þú varst að tala hérna er skyggnið. Þetta eru metra, sko, að það myndast líka reykur, sko, og þetta eru mismunandi stöðum, sko. Þetta er í þess, þannig að þú losnar ekki alveg við, sko, reykinn. Og það er náttúrulega, menn vita það að þú slekkur elda, þá myndast líka reykur, sko. En það er engin, hætta á hvorki hiti né eitra lofttegundir eru í neinni hættu, sko. Hvað er, ég bara láta þetta gott heita með, þegar það fengið svona ágæða tilfinningu fyrir hvað erum að gera, sko. Svona, fara yfir í spurningar, hvað er ég oft með svona spurningar, hvaða reynslu hafa menn hérna svona í göngum? Það er náttúrulega engin reynsla þetta. Það er ekki einu svona borðum, ekki einu svona. Hefur verið rætt þetta í einhverjum göngum að sýta svona vatnsflóðakerfi. Það sem verið að ræða núna er mögulega sennilega að byggja öllu göngu líður að fóðu. Já.
spurningu þá, því að gömlu göngin voru byggð eftir gömlum svona kröfum halla, en síðan hafa kröfunar aðeins aukist þannig að þú mátt ekki vera með alveg eins mikinn halla og þá veldur í því að það verður misgengi á milli gömlu og nýju, það þarf að fara eftir nýju hallakröfunum. Þá er auðvitað að fá flóttaleiðirnar. Þá er auðvitað fyrir fólk að klifra upp 20 hæðir til að komast inn í. Þannig að þetta er ekki einfalt. Maður myndir náttúrulega að fagna því að það er eitthvað peningar til að setja blinkverð. En eins og í Noregi, sko, það er svona, þetta er held ég að breytast svona, því eftir alla þessa bruna hérna, þá verður vegagerðin undir vissum áhrifum og þrýstingi, sko. Og þeir eru að fara að setja á stað núna mikið batteri með verkefni, sko, og við vonumst náttúrulega til að geta fengið pening til að halda áfram með svona rannsóknir kringum þetta. Þeir held ég að ætla að láta einhverja milljarða bara í rannsóknir á svona bruna. Það er gaman fyrir okkur. En það er mikið rætt þetta með flottaleiðir, flottarými, flottaleiðbeiningar, sko. Og það held ég að sé alveg hárrétt líka, sko. Þetta er náttúrulega í göngum það sem er mikil hætta, sko. Það sem er mikið umferð, stóri flutningabílar og annað, sko. Það eru mörk fyrir hvar þú getur sett þetta inn, sko. Þetta á að vera í hverjum göngum, sko. Þetta á að vera í göngum sem eru talin vera kritísk. Það ég myndi nú að segja að Hvalfjarðargöngi var í svona nálægt því, en það er samt bara 5.000 bílar. Og það er náttúrulega ekki rosalega mikið, sko. En það eru olíubílar og bensínbílar og... vissum tímum. Ok. En... Má ég spyrja? Já. Velta fyrir mér, þú voru alltaf komið fleira göng hér á landi á svona þjóðvegi 1 eða svoleiðis, þar sem er mikil umferð bæði flutningabíla og trukka og svoleiðis. Þú talið að væri, þú talið um viðbrögð bílstjóranna, svoleiðis. Það er ekki fyrir eitthvað gagnar en að hafa frekar fræðslu fyrir þá. Viðbrögð í að kemur upp á jöfnum? Alveg örugglega, og það er einmitt það sem menn mæla með mikið, sko. Og það er eiginlega það svona, ég segja á sænsku, kostnadseffektíva. Það færður mikið fyrir peningana. Og það hefur sýnt sig, sjáu það, þeir ráða ekkert við þess að elda. Annaðhvort eru með lítil slökkutæki eða þeir kunna ekkert að slökkva, sko. Þeir kunna ekki, þeir þurfa að æfa sig og það er mjög auðvelt að fá svona hópa. Þeir hljóta að fara í eitthvað svona bifreiðarpróf og annað sem er hægt að sitja svona menntun inn í það, sko. Það er kannski þegar þannig að, ég veit það ekki. Það er örugglega einhver, það er alveg hægt spennir kring og ég var að fá að landslagið kannski aðeins að breytast hjá okkur. Varðandi fjölda ganga sem að þeir þurfa að fara gegnum á. Hvað þetta er að vaðlega höfðgöngi, þau hafa verið svolítið treg, eða ekki. Það eru þetta að fá að komast þar í gegn, en það eru fleiri, hvað segir, hvað eru marg göng í byggingum nú? 2. Svo Vestfjörðin, það eru einhver, og það kemur. Þetta er allt spurning sko, hvað er mikið af bifreiðum, hvers konar bifreiðir og þann daginn sem það kveiknar í, sko, það er alltaf erfitt, sko. En meðan það er smá bifreiðar, þá er þetta ekkert vandamál. Þetta er náttúrulega hræðilegt fyrir þá sem lenda í því, sko. Spurning hvað... Og eiginlega er ódýrast held ég sé að einbeita sér að þessu hvernig það átt að hjálpa fólki. Ekki kannski